verið velkomin að skjánum eða verið velkomin á ég kannski að bjóða okkur velkomin í eyrun á hlustendum. Já, hvernig verður það? Það verður skemmtilegt, en við vorum að klára þátt Heldur betur. og við erum að gera þetta með svolítið breyttu sniði í dag. Ég get bara sagt ykkur að núna það ekkert grín að vera með Kára Stef í setti og vera að tala samstarfsaðila, sko. Nei, tala Big Tech Energy. Já, ert að grínast hvað hann kemur, hann fyllti herbergi og gott betur. Hann var að kremja mig, sko. Já, þetta í fyrsta sinn lengi sem að við vorum báðir, já, við vorum vel stressaði fyrir þátt. Já, áður en koma aðeins nánar að þættinum, þá langar okkur bara að þakka Barjón Mosso. Já. Við erum alltaf komið inn á áður en það grætinir lasagna þarna og mömmatinn í hátinu, afbragðsgóður. 1990 krónur. En fyrir þá sem ekki búin að hlusta á senast þátt með Viktor Unni, þá hvet ég aldrei að gera það, þá kom ég vel inn á það af hverju frumeri, já, bara það þurfa allar frumeri að halda og það erum við einhver aukastæfi þarna í bílnúmerinn ykkar. Já, 7, 8, 9 menn fyrir að fara að passa sig. Já, bara beint í skoðun. Já. Létt líka Dominos. Já. Hver er þín uppáhalds pizza, Birkir? Sko, mín uppáhalds pizza Blaze, sko, en ég verð að vera sammála Viktor Unnar aftur að þessar Cajun brjóstakir eru helviti góðar, sko. Já, en aftur aðeins að Kára. Já. Bara, við vorum með stútfullan pakka af spurningum. Hann basically tók þessar spurningar og reykti þær, sko. Hann reykti þær, sko. Við vorum með svona 50 spurningar á blaði, við fengum að spyrja svona 3. Já, en því líkur heiður að fá svona mann í sett. Hann bara, það sem hann veit. Já. Hann er svona aðeins fróður en við. Já, sennilega er hann. Hann er svona nær okkur rétt, svo. Já, hann er með tærnar einhvers staðar þarna. Já, hann leita dóldi líka til okkar. Já, nei, hann er, þetta á magnaða þáttur og við erum bara virkilega þakkláttir fyrir að hafa tekið viðtal við hann og vonandi skemmt ykkur jafn vel og við, en áður en byrjum, það var bara Loop. Já. Þú veist hvað lift heitir núna? Þetta er Loop. Þetta er Loop, já. Það hét fyrst, hvað? Epochen eða eitthvað? Já, það hét Epoch, já. Síðan heita Lift og núna heitir það Loop. Já. Og mér finnst Myntmania best. Já. Aðalega gott. PLT. Já, ég kíkti á hann í vikunni. Já. Og það halda nefnilega margir, sko, að þú þurfir vera að kaupa prentara þeim, sem að við bara ættir að gera, þau langar að góða prentara, en kannski vantaði bara prentara til skamstíma. Þá eru þau líka með tækjalegu. Þannig að segjum bara til dæmis ef að þú ert bara að fara að gefa út eitthvað tímaritt, eins og maður gerir oft, skilur. Þá getur þú bara leikt hjá þeim prentara í 1 mánuð, bara fyrir nánast ekki neitt, sko. Það er hansi gott. Þú skilur hann bara aftur. Já, laglegt. Já, það er líka grænt, vænt og umhverfisvænt. Já, ekki geymd í skíin. Nei, alls ekki, það bara menga. Það fer bara út í rigninguna. En svo er það að sjálfsögðu messin. Já. Besti fiskur í bænum, við mátt fara yfir þetta, bara, sko, gælurnar, það eru ennþá uppáldið mitt. Já. Þó ég svíkja þér stundum. Já. Þá eru gælurnar bara bestar. Margir spyrum mig hvar messin er, þetta er beint á móti MR. Já, mér finnst alltaf gaman hraðspurningum þegar við spyrum hver er uppáhaldsmaturinn? Spurðu mig. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Gælurnar á messanum. Glæsilegt. Chess of Dark hefur hafið göngu sína. 67. þáttur. Vertu hjartanlega velkomin, Kári. Takk fyrir. Svo við kynnum mannin aðeins, þó að hann þurfi nú engrar kynningar að halda, en þá er Kári Stefánsson taugalæknir og forstjóri íslenskrar erfðagreiningar, eða Decode. Fæddur hann 7. apríl árið 1949. Lærið þá læknisfræði við Háskóla Íslands og fórst síðan í framhaldsnám við Háskólann í Chicago, þar sem hann lærið taugalækningar og taugavísindi. Í framhaldi tók svo við störf hjá Harvard sem prófessor, sem yfirlæknir taugameina lækninga við sjúkrahúsið í Boston og senast en ekki síst þá stofnaru líftæknifyrirtæki Íslenska erfðagreiningar 1996 sem við heldur betur koma betur inn á síðari þættinum. Erum við að gleyma ykkur þarna, Kári? Nei, ég held að það sé ekki gleyma neinu sérstöku. Ég bjó í Chicago í 15 ár
og má leiða því rök að ég hefði svona fullorðnastarf, Já. fór síðan til Boston og var þar í 5 ár og ákvað síðan að það sem ég langaði til að gera var auðveldur að gera hér upp á Íslandi. Var erfitt að gera innan háskólaumhverfisins, meiri sé við mjög góðan háskóla eins og Harvard. Áhugavert. Ef bara sem stilla, akkur er það Vegna þess að háskólann snýður ég tiltölulega þröngar stakk. Já. Svo lágmarksstærð þeirra einingar sem leggur einhvað sem skiptir máli eða mörkum hafi verið að vaksa töluvert mikið á svona þessum 10 árum áður í stofnsett íslenska erfðagreiningu að því marki að það var erfitt að koma henni fyrir í háskóla deild maður tala nú ekki rannsóknastofu eins vísindamanns. Tala hvað? Já. Rasmund Tóvis Svistomas? Nei, já. Nei, áfram. Ok, já. Já, en okkar menn í frumera vil nýta tækifæri og fara yfir þeirra sögn vanmetnasta líffærið sem er heilinn og þetta er, sko, fyrir mér liggur þetta svolítið beint við með önnur líffæri. Hjarta er í raun og veru bara að pumpa, þetta er blóð út úr líkamann, ber súrefni út í vöðva og svo framvegis, við öndum á okkur með lungunum, tökum síðan lungnablöðurnar og tökum inn súrefni, en sko, ef við tökum aðeins heilan fyrir, sko, byrjum bara á tilfinningum og skapgerð, ef við fáum að spyrja þig bara, hvernig verða tilfinningar til? Ég hef ekki hugmynd hvernig tilfinningar verða til. Heilin er líffæri meðvitundar. Já. Og meðvitundin er með 2 meginþætti, annars vegar samspil svefns og vöku og hins vegar innihald meðvitundar. Og innihald meðvitundar eru hugsanir og tilfinningar og við hefum ekki hugmynd það hvernig heilin býr til hugsun. Við hefum ekki hugmynd það hvernig heilin býr til tilfinningar og samt ræðst líf okkar næstu því eingöngu af hugsunum og tilfinningum. Það er að segja að það er býsna dapurlegt að árið 2022 þá höfum við raunverulega ekki hugmynd það hvernig líkam okkar býr til það sem raunverulega skiptir okkur máli. Það var leiða því rök að við séum ekkert annað en heilin okkar og afgangur líkamann sé eingöngu til þess að flytja heilan úr einum stað í annan eða til þess að gera heilanum mögulegt að taka hluti inn og koma hlutum frá sér. Og við höfum raunverulega ekki hugmyndum hvernig hann vinnur og ef við tökum skrefa aftur og bak og spörjum hvernig merkjum við það að heilin sé þetta stjórntæki. Er hann stjórntæki umfram það sem við sjáum í okkar daglegu lífi? Er hann stjórntæki umfram það að senda okkur fram úr rúmuna á morgnana og síðan þá okkar sem bera þá byrði að þú eru að fara í vinnu, að fara í vinnuna á morgnana? Sko, að við erum búin að eyða töluverðri orku og tíma í að reyna að búi til skilning á hinn og þessu sem lítrast þar sem heilans. Og til dæmis þessari spurning, hvernig förum við að rannsaka hugsun? Hvernig förum við að nálgast þessa spurningum hvað er hugsun? Og þetta er býsna erfitt, þannig að það er ekki bara það við höfum ekki hugmyndum hvernig heilin býr til hugsun. Við getum ekki einu svona stílgreint hugsun. Segðu mig hver er stílgreiningin á hugsun? Ég get það ekki. Hvernig á maður að fara því að rannsaka það sem er áhrif og einhvað sem getur ekki einu svona stílgreint? Og aðferðin sem við notuðum var að taka stökkbreytingar í erfðamengi mannsins sem auka líkur á geðklofa. Geðklofi er sjúkdómur hugsun og tilfinninga og það er vita nokkuð nákvæmlega hvaða hlutur í hugsun eða cognition eru öðruvísi hjá geðklofasjúklingum heldur en fólki almennt. Svo við tókum þær stökkbreytingar sem hafa mest áhrif á áhættuna að fá geðklofa og spurðum og sem sagt þetta eru stökkbreytingar sem tífalda líkurnar á því að fá geðklofa. Tíðni á geðklofi í okkar samfélagi er 1%. Þannig ef þú ert með svona stökkbreytingu þá ertu með 10% líkur að því fá geðklofa. Það þýðir hins vegar að þú ert með 90% líkur að því að fá hann ekki. Og okkar spurning var svo, hvaða áhrif ef einhver hafa þessar stökkbreytingar á hugsun eða cognition hjá þeim sem eru með stökkbreytingur og fá ekki geðklofa. Og við sýndum fram á að þeir sem bera þessar stökkbreytingar eru með nákvæmlega samskonar frávik frá hinnu normatíma normi í hugsun eins og fólk með geðklofa. Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki það að þú fáir geðklofa og þess vegna hugsar öðruvísi. Það þýðir að þú hugsar öðruvísi og þess vegna
farðu djagklofa. Þannig að hugsunin sem slík, svo aðferð sem þú notar við að hugsa, svo aðferð sem þú verður að nota til þess að hugsa, vegna þess að þannig heilin að þau samansettur, ekki án afleiðinga. Hann hefur áhrif á annað sem gerist hjá heilanum og það sem meira, hann hefur áhrif á miklu meira heldur en annað sem gerist í heilanum. Ef þú takið hugsun eða cognition, þá eru til fullt af aðferðum til þess að mæla hugsun. Við kallum þetta greindarpróf, en þetta raunverulega mælikvarði á hugsun eða cognition. Og þú getur skipt cognition í 2 þætti. Annars er almenna cognition, almenna hugsun, og það sem mælt með svokallum D-faktor. Og D-faktorinn til vegna þess að allir mælikvarðar á hugsun eða cognition eru positively correlated. Það að segja, ef þú skorar hátt á einu, þá skorar hátt á öðrum. En síðan ef þú tekur burtu þannig D-faktor, þá endaru með 2 þætti sem eru á alþjóðlega andstæðum pólum. Annars vegar það rýmisgreind og hins vegar það málgreind, right? Eða visual spatial ability og verbal ability. Og við leituðum upp alla þá breytanleiki í erðamengjunu sem hafa áhrif á rýmisgreind og byggum til úr því mælikvarða. Síðan tókum við alla breytileiki í erðamengjunu sem hafa áhrif á málgreind og byggum til úr því mælikvarða. Og eftir sem þú skorar hærra í rýmisgreindar mælikvarðanum, þeim feitar ertu, þeim líklegri þú fáir alls konar sjúkdóma sem tengjast offitu, þeim lærra skorara á ákveðnum persónuleika mælikvarða sem að heitir openness, sem að tengjast annars á forvitni og hins vegar sköpunarmætti, og þeim minni líkur hefur á því að fá alls konar geðsjúkdóma. Þeim hærra sem þú skorar á málgreindinni, þeim léttar eftir, þeim minni líkur hefur á að verða offeitur, þeim minni líkur hefur á alls konar sjúkdóma sem tengjast offitu, þeim hærra skoraru á þessum openness skala sem tengjast forvitni og sköpunargáfu, og þeim líklegra að þú fáir alvarlegan geðsjúkdóm eins og djagklofa. Þannig að það skiptir mjög miklu máli hvernig heilin þinn virkar, ekki bara þegar það kemur að starfsemi heilans, heldur líka samsetningu líkamans. Þannig að við situm uppi árið 2022 með alveg gífurlega stórt gat í þekkingu okkar af manninum sem eru við sjálfur. Þetta skammarlegt. Já. Ef þú fer aðeins inn í þess að þætti á rýmisgreind og málgreind, þess að ef þú ert með mikla rýmisgreind, þá ertu góður á hvaða sviðum? Sko, það náttúrulega enginn sem bara dýfulega velbúin að rýmisgreind og hefur enga málgreind. Við erum náttúrulega með ákveðin balans, en staðreyndin svo að það alls konar hlutir sem að rýmisgreindin gagnast í. Ég til dæmis alveg handvissum að rýmisgreind geysilega mikilvæg í skák. Já. Sko, hún mikilvæg í starffræði, þeir sem gengur vel í starffræði, þeir hafa venjulega býsna góða rýmisgreind, en líka mjög þokkalega málgreind. Já. En ef þú segir okkur, Gári, að þínu mati, hversu mikið, að því að tala skák og starffræði, hvað er mikið talent samanborið við æfingu? Þetta góð spurning. Sko, þetta náttúrulega, þú getur spurt sömu spurningar öll önnur líffæri. Já. Það að segja að heilin bara eins og önnur líffæri, hann byggður af þeim upplýsingur sem liggja í erfðamenginu. Þannig að þú erfir strúktúr eða byggingu þins heila frá foreldrum þínum. Þú erfir starfsemi þins heila frá foreldrum þínum, það meiri sé að leiða því rök að þú getur dreft hugsun frá foreldrum þínum. Þannig að erfðir skipta mjög, mjög miklu máli. En heilin líka eins og önnur líffæri, það maður þjálfan. Og ég alveg handviss að það maður þjálfan miklu markvissar heldur við gerum í dag. Já. Það engin mjög markviss þjálfun á heilanum í okkar menntun.
það er tilhjörn til að láta okkur læra alls konar hlut, en ég var hættur að eða við slum orðað þannig ég held að það hljóta að vera til betri aðferðir til þess að þjálfa okkur. Við slum orðað þannig ég vona mist úr sér til betri aðferðir til þess að þjálfa okkur. Já. En þegar það kemur að menntun og þegar menn að veltaði fyrir sér sko hvernig eigum við að mennta fólk til þess að það verði góðir vísindamenn. Og maður heyrir alls konar forsprakka í menntamálum tala mikilvægi þess að fara að kenna raungreina snemma og svo fram. Ég algjörlega á andstæðri skoðun. Ok. Sko, hvað er það sem við notum til þess að hugsa með? Það er tungumálið. Tungumálið er það tæki sem við notum til þess að hugsa með og til þess að þjálfa lipra notkun tungumálsins þá ég bara að láta börn lesa góðar bókmenntir. Og þessu utan eigum við að leyfa börnum að vera börn mjög lengi. Já. Og ég held að það hafi verið meiri háttar mistrúk hjá vini mínum Illuga Gunnarsinni að láta stytta nám til stúdentsprófs. Já, þetta er 30 ára. Það er þessi tími í úlingsárana, þessi seinni hluti úlingsárana er svo mikilvægur tími fyrir fólk til þess að ná sér í almenna menntun, til þess að fóta sig í samfélaginu og láta sig líða vel. Og þess utan held ég að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur í hinn endan að hætta að hafa eftirlauna aldur 70 ár. Þetta 70 ára aldurstakmark var sett fyrir mörgum árum þegar lífslíkur voru minni, þegar fólk var ekki heilbrigt eins lengi eins og í dag. Og við höfum ekki efnað því að láta gífurlega stóran hóp af fólki milli 70 ára og 75 ára verið í samfélaginu að þess að leggja mörgum. Og ein af aðferðunum til þess er að halda einhverju vinnumarkaðnum opnum, í verið ekki að tróða börnum allt og snemma á vinnumarkað. Já. En bara aðalega þá held ég að þetta skipti svo miklu máli að leyfa börnum að vera á þessum aldri í menntaskóla. Eru þið ósammála þessu? Nei, ég er hjartanlega sammála þessu. En finnst þér við þá vera á einhverjum villigötum hvernig við erum að ala upp okkar nýjustu kynslóðir? Sko, nei, ég er ekkert viss um það. Það er engin góð aðferð við þetta. Einhver sagði að ala upp börn er eins og að brjóta saman gúmíteppi. Það er engin góð aðferð. Man mistekst þetta alltaf til og ég held hins vegar að það skipti alveg gífurlegu máli að letja áherslu af almenna menntun. Ég sjá til þess að börn lesi góðar bókmenntir, sjá til þess að við lærum sögu okkar tíma. Ég myndi ykkur að það var uppreist gegn keisaranum í Kína árið 1850 og þegar þeirri uppreist lauk þá höfðu 50 miljón manns dáið. Það var ekki minnst orð af þetta í þeim sögubókum sem ég lærði. Nei. Ekki eitt orð. Það er að segja okkur er haldið sem kultúr í mjög ófróðum, mjög margt sem skiptir miklu máli í sögu þessa heims. Af hverju heldur það sé? Vegna þess að hinn vestræni kultúr hefur verið mjög sjálfhverfur, hefur hort mjög mikið á sjálfan sig og er menn þann dag í dag að reyna að tróða okkar viðmiðunum upp á fólk af öðrum uppruna. Það er ekki eftir því að nú erum við til dæmis að raðgreina erfðamengi úr mjög stórum hóp af fólki. Við höfum raðgreint alltaf erfðamengi úr svona 350.000 manns, sem er líklega það mesta sem nokkur stofnun hefur gert í heiminum. En menn er raðgreina erfðamengi út allt. 90-95% af þeim erfðamengjum sem hafa verið raðgreind eru erfðamengi úr fólki af evrópskum uppruna. Það er að segja ekki af afrískum uppruna, ekki af öðrum uppruna heldur en okkar, sem sýnir að þetta er ekki bara vandamál fortíðarinn, en við höldum áfram, við viðhöldum þessu vandamáli. Og það er vissuleiti mjög interessant mennur að tala það að þegar kemur að heilbrigðisþjónustu þá sé auði mjög misskipt í þessum heimi og það byrjar á þekkingunni
hvað leiðir til sjúkdóma í þessum og hinum, fólki af þessum og hinum uppruna. Við vitum næstu því ekkert það nema bara af evróskum, sjúkdóma af fólki af evróskum uppruna. Hitt bara átískun að það sama gildi til dæmis úr fólki frá Afríku. En það verið að reyna að bæta þetta en það hefur gengið hægt. Þegar öll, ekki öll, en að þú talar misskiptingu auðs, þegar bróðuparturinn af fjármunum og mögulega kannski þekkingunni í þessum vestræna heimi, er einhver, til dæmis í Decode, er einhver áhrifuleik, er ekki miklu kostnaðarsamara að raðgreina til dæmis í Afríku? Nei, ekki endilega sko. Það er náttúrulega engin vandi að flytja sín á milli og raðgreina eða út allt. Þetta og sko, þetta ekki bara vandamál út frá samfélagslegu sjónarmiði. Það ekki bara að það óréttlátt að við vitum svona lítið sjúkdóma fólks í Afríku eða af afrískum uppruna. Það líka frá vísindalegu sjónarmiði það var það svo óskynsamlegt. Það sem við erum alltaf að rannsaka er mannlegu fjölbreytileiki. Við erum að rannsaka hvað það sem það gerir það verkum að þú ert með brún augu og ég með græn augu, hvað það sem það gerir verkum að þú ert hár og ég lágvaxin og svo framvegis. Og síðan hvernig maður tekur það sem við lærum með mannlega fjölbreytni og setjum það í samhengi við sjúkdóma. Við erum ekki að ná nema ákveðnum 100% mannlegri fjölbreytni með því að skoða bara Evrópumenn. Það er að segja við komum út úr Afríku upphaflega og sá fjölbreytileiki sem finnst í Evrópubúum er bara hlutmengi af heildar fjölbreytileikanum. Þannig að þetta frá vísindalegu sjónarmiði þá það bara bull. En það eru alls konar efnahagslegir og menningarlegir, sko, alls konar fjárhagsleg og menningarleg sko, öfl sem hafa gert það verkum að svona hefur þetta farið. Einhverjir hvatar? Já, ég veit ekki hvort það eru hvatar, það er bara eitthvað sem gerist. Já. Mér langar að fallast aðeins eftir að við töluðum aðeins þættina sem að til dæmis menntakerfi getur haft áhrif á krakka. Já, við skulum taka það, sko. Við búum í samfélagi þar sem gæðum er mjög misskipt. Það er aldrei bull og vitleysa að halda því fram að Ísland sé stéttlaust samfélag. Það er aldrei bull og vitleysa að við höfum öll sömu tækifærin í þessu samfélagi. Ef þú tekur Efra Breiðholtið, sem er ekki langt hérna frá, þá eru þar tvei leikskólar, þar sem málþroski barna er 2 staðar frávikum á eftir því sem gerist almennt á höfuðborgarsvæðinu. 2 staðarfrávikum? 2 staðarfrávikum á eftir. Og hvað þýðir það? Já. Það þýðir að þetta eru einstaklingar sem er að alast upp sem eiga erfitt með að hugsa. Hvernig getum við ætlast til þess að þessi krakkar vaks úr grasi og verði fólk sem getur aðlagast þessu samfélagi, getur tekið þátt í þessu samfélagi, getur tekið þátt í að búa til verðmæti í íslensku samfélagi. En þess að það er bara allt og mikið sem blæst gegn þeim þegar þau geta ekki ráði við tungumál. Nú er ég ekki að tala um tungumál sem íslensku. Nei. Ég tala um tungumál sem allar aðferðir til að eiga samskipti þannig að það skiljist. Það eru til aðferðir til að takast á við þetta en þeim er ekki beitt að því marki sem þörfur á til dæmis upp í Efra Breiðholti og ef þið veltið fyrir sig hvar getum við tekið almennlega á þessum vanda sem felst í misskiptingu gæða í samfélaginu. Sá staður þar sem við getum haft mesta áhrif er snemma á skólastíginu. Í grunnskóla, í fyrstu árum grunnskóla, eða bara í grunnskólum almennt. Þar getum við haft áhrif og hjálpa þeim börnum sem koma úr fjölskyldum sem eru erfiðar. Þá á ég ekki bara við fjölskyldur sem eru fátækar, heldur fjölskyldur þar sem börn eru afskipt, úr auðugum fjölskyldum þar sem enginn er tími til að sinna börnum. En við höfum ekki verið að fjárfesta í grunnskólakerfinu eins og skyldi. Þegar menntamálaráðherra kemur, metnaðarfullur menntamálaráðherra, þá ber hann sér á brjóst yfir því hann ætla að fjárfesta meiri á háskólastíginu.
sem alveg sem að snúa þessu algjörlega við. Þeir sem kom upp í háskóla eru þeir sem hafa getað tekist á við þann vanda sem felst í því að koma verðum stað. Við höfum að byrja á grunnskólastíðinu, við höfum að byrja á leikskólastíðinu og síðan eitt þar, við höfum enn þann dag í dag að ræða það hvort það sé skynsamlegt að láta borga skólagjöld í leikskólum. Leikskólastíð eini staður á Íslandi þar sem við greiðum skólagjöld og það þar sem börn, ungu foreldrar eru, fólksinn sem hefur læstar tekjur í íslensku samfélagi og við látum þau borga skólagjöld, það eitthvað að þessu samfélagi. Já. Það að þessari þjóð. Skítið Annað skökkuði. að vera bara hópur af djöfulsins fucking auðmín. En Kári, ok, segjum að við sem komnir á, setjum upp smá útópíu hérna. Það komið meira fjármagn. Ég neita því að kalla þetta Já, útópíu. útópíu Segjum við sem komin á þann stað að samfélagið sé tiltölulega skynsamlegt. Já. Kallum það. Hérna, hvernig best að verja þessu fjármagni? Hvaða úrræði getum við gripið í? Sko, það fullt sem við getum gert. Tungumálakennsla? Það tungumálakennsla, við getum við getum gert börnum auðvelt að tileinka sér bókmenntir. Við getum gert börnum auðvelt að tileinka sér íþróttir. Íþróttir eru afskaplega merkilegt tæki hópíþróttir til þess að kenna börnum að umgangast hvort annað. Kennt þeim að tileinka sér þá hópsál sem felst í því að vera hlut af liði og það gjörsamlega út í hött að við búin til fjárhagslega þröskuld fyrir því að foreldrar geti sendt börnin sín í hópíþróttir. Það er ekki efna á því að kaupa fótboltaskó. Það er ekki efna á því að greiða félagsgjöld og svo framvegis. Okkar hlutverk sem samfélag, ef við búin til skilgreiningu að hvað samfélag, hvað þarf hópur af fólki sem býr saman á einhverjum ákveðnum stað, hvaða skilyrði þurfa þau uppfylla til þess að við kalla það samfélag sem stendur undir nafni. Við verðum að sjá til þess að fólk svelti ekki í okkar samfélagi. Við verðum að sjá til þess að það við aðgangað heilbrigðisþjónustu. Við verðum að sjá til þess að börn eigi aðgangað skóla og við verðum að sjá til þess að öll börn eigi sem jöfnust tækifæri. Við erum fyrst og fremst að fjárfesta í okkar börnum. Við erum að byrja á því áður við förum að fjármagna borgarlínu. Já. Það hlut af þeirri gerð. Auðvitað eigum við að fjárfesta í aðferðum fólks til að komast á milli staða. En það sem brennur okkar baki að sjá til þess að þau börn sem nú að vaks úr grasi, þau verði ekki byrða á okkar samfélagi. Þegar þú stílur eftir stóran hóp að börnum upp í Efra Breiðholti sem eru langt á eftir í málþroska, þá ertu raunverulega að varða fyrir þú leiðin á Litlahraun. Fólk sem getur ekki haldið sínan þess ramma sem samfélagi setur okkur. Já, sko ef ég fæ að bæta inn í, finnst þið vera mikill munur á, segjum bara eitthvað dæmi, bara 6 ára krakki í dag, munur á honum og ef við tókum 6 ára krakka fyrir 20-30 árum síðan? Kannski hvað miskiptingu verða líka? Sko þar eru því að setja á erfiðan stað. Já. Ég bjó í Bandaríkjunum í 20 ár. Já. Og það eru 67 ár síðan ég var 6 ára. Þannig að það er ekki, sko samfélagið betra að mjög mörgu leyti heldur en var því ég elst upp. Ég elst upp í fátæku Íslandi. En það var margt af þessu býsna gott. Margt ýmislegt gott, þetta mikla val sem við eigum núna er ekki bara af hennu góða. Ég skal segja það er mjög interessant að þú hugsar til þess þegar að við vorum raunverulega með einn ljósvaka sem var Ríkisútvarpið. Já. Og á laugardögum voru framhaldsleikrit og þá hlustuðu allir á þetta og svo þegar menn komið til vinna á mánudegi, þá var þetta samnefnari sem að tengdi fólk saman. Það hafði einhvað upplifað sem var mjög svipað, næstu því það sama og hafði einhvað til að tala um. Þannig að þetta mikla val sem við höfum núna náttúrulega stórkostlegt en því fylgdi líka svolítið flætjur eða velti því fyrir ykkur að nú situm við hér upp á Íslandi og það eru yfirgnæfandi líkur á því að við séum að hlusta á mjög svipaði eftir sömu tónlist og fólk á sama aldru við
í betja vegna Atlantshafsins út allt. Og afleiðingin af því svo að fjölbreytni í tónlist minnkar, möguleiki listamanna til þess að lifa af listinni, hún minnkar töluvert. Man svo verður allir að hlusta á þess að sömu 10 listamenn. Þannig þetta flókið. Já. Það mjög flókið. En heldur til dæmis að því að nefna með krakkana í Efra Breiðholti, heldur þetta hafi alltaf verið svona og við séum kannski bara núna með gögnin til að sjá þetta? Ég held að þetta hafi mjög oft verið svona. Já. Ég held að þetta hafi verið mun ef við förum 100 ára aftur í tíman þegar niðursetningarnir fengu engin tækifæri, gátt ekki farið í skóla, voru ekki almennilega klædd. Auðvitað þetta betra núna. En nú erum við með gögn sem á að gera okkur kleift að gera mun betur. Við eigum ekki að sætta okkur við annað en að það sé fjárfest mjög vel í íslensku skólakerfi. En það ekki nóg að fjárfesta, við verðum það ekki nóg að setja pening í það. Við verðum að fjárfesta hjarta okkar eigin sál í þessum skólum. Sko, ef takið annan hluta velferðarkerfinu sem heilbrigðisþjónustan, að nú sitjum við uppi með Landspítala, eina almennlega stóra sjúkrahúsi í landinu og það virkar ekki almennlega. Nei. Og ég stóð fyrir því fyrir nokkrum árum að það var safnað undirskiptum til þess að hvetja Alþingi til þess að setja meira fé í spítalan og það þörf á meira fjármagni í spítalan en fjárþörf ekki eina þörfin sem spítalan hefur. Nei. Það er ekki góður andi með að lækna á staðnum. Það vantar þennan liðsanda sem að geri það verkum að svona stofnun getur raunverulega skila því sem ætlast til. Ég held ég fram að læknastéttin beri ein og alfarið ábyrgð á því að spítalinn sé ekki betri stað en raun ber vitni. Og þetta stétt sem alveg gífurlega vel mönnuð. Við erum með alveg frábæra lækna í íslensku samfélagi, alveg gífurlega vel menntaða, vel þjálfaða, menn sem eru fullir af samhygð með sínu samfélagi, en þeim hefur mistheitist að skipuleggja sig sem hóp, sem teymi, til þess að bera þennan spítala almennilega á herðum sér. Já. Og verkefni nýs forstjóra, verkefni nýra stjórnarlandspítalar sem skipuð afskaplega góðu fólki. Það mjög gaman að sjá Björn Sóeka og Runolf Pálsson vera að leiða þetta verkefni sem að gæða spítala nýju lífi. Að þeirra hlutverk að byggja upp þannan anda sem við þurfum á að halda. Og það aldrei interessant að ég held í fram að sá andi sem við þurfum þar samskonar og þú þarft á að halda í hópíþróttum, þú þarft að samfara þetta fólk, segja þessu fólki nógu oft að það sé best og þá verður það best. Já. En Landspítali samt eitthvað að því þú segir hann virki ekki, hann eitthvað verri heldur að það sem gengur og gerist bara ef við horfum í löndingunni kringum okkur? Hann dálítið slæmur. Ok. Það gengur illa að halda upp í þeim aga sem þar vegna þess að læknisfræði hún byggir fyrst og fremst á þekkingu, síðan á samhygð og í þriðja lagi á aga. Og það gengur illa að halda upp í þeim aga á Landspítalanum sem þarf. Og ég alveg handviss þetta fólk sem þar vinnur, þetta frábæra fólk, þessi frábæru læknar, að ég alveg viss að þeir finna fyrir þessu líka og þeir vilja bæta þetta og þeir geta bæta þetta og þeir munu bæta það. Já. Ég nokkuð vissum að með átaki þessara nýju stjórnar og nýja forstjóra þá kemur þetta með að takast. Og síðan erum við með alveg frábæran heilbrigðismálur af þeirra sem vanur því að þjálfa menn í hópi íþróttum og það gert grín að honum fyrir að minnast á það. En sko, ég búin að vinna í mjög mörg ár við verkefni af þessari gerð. Fyrst inn á spítfölum sjúkrahúsum í Bandaríkjunum að menni vísta rannsóknarstofu bæði við háskólanni University of Chicago og Harvard og síðan niður í íslenski erfðagreiningu og ég alveg handvissum að það liðsandinn sem skiptir mjög, mjög miklu máli. Og ofta tíðum að það sem skiptir mestu máli. Þannig að þetta með koma Willum að góðum nótum. Já, Willum góðum maður, skal ég segja. Já, ef hann hefði ekki þjálfað KR. Já, heyrðu, ekki þetta. En Kári, svona aðeins að lokum, var þetta áhrifin sem við getum haft á krakka og
almenning og til þess að rækta sem best samfélag á sem besta máta. Sko, ef við horfum aðeins á þetta út frá sjónarmið einstaklingsins, að fá frá þér, þú leggur líka áherslu á líkansrækt til dæmis, hvað er það sem að, og kannski að Nei, ég legg ekki áherslu á líkansrækt. Líkansrækt er eitt af þeim tækjum sem við getum notað til þess að láta þið líða betur. Ef ég hreyfi mig ekki, þá verð ég þunglindur. Já. Þá líður mér illa, ég verð kvíðinn, þannig að ég held í fram að ég fari í ræktina að mestu leyti þess dana til þess að hlúa að andlegri líðan og fyrir mér þá skiptir það mjög miklu máli. Sko, ég held í fram sem að þegar maður horfið tilbaka, þegar ég horfið tilbaka, þá finnst mér, sko, ég náttúrulega fæðist 1949, ég fæðist á fyrri helming síðustu aldar og kallmenn af þessari kynslóð þeim var ætlað að bera björg í bú. Var ætlast að vinna. Og ég eyddi alltaf miklum tími að vinna. Ég vanrækti aðra skyldur sem maður hefur. Ég vanrækti þær skyldur sem að feður hafa þegar kemur að börnum þeirra. Ég eyddi ekki nóg miklum tíma í að hlúa þeim. Var sífellt að berjast með kjaft og klóm á erfiðum vinnustöðum. Mjög einbeittur í að koma sjálfur mér áfram, sem er mjög öfurilegt, en það er bara staðreynd. Ég held að skipti alveg óbáslega miklu máli ef menn ætla að geta litið tilbaka og líði betur með það heldur mér gerir, er að einbeita sér að væntum títu. Láta sér þykja væntum fólk, ekki verið í þessu sífælta bjöfítans stríði sem ég er búin að vera í hjálpa mína. Þetta er alveg ótrúlegt. En þetta er staðreynd. Og þetta er ekki hlægilegt, þetta er sorglegt. En af hverju er það ekki göfugt að geta síðan komast á þann stað að geta beitt sér fyrir málum sem skipta máli? Sko, þitt hlutverk fyrst og fremst í samfélagi manna, þegar þú átt orðið fjölskyldu, er að hlúa þínu fjölskyldu, hlúa þínum börnum. Og ef þú getur ekki gert það almennlega, ef þú lætur það mæta afgangi, þá er mjög erfitt að taka það alvarlega. Það er fyrir þín skylda að hlúa þínu börnum og hlúa þínu fjölskyldu og svo framvegis. Og þar hef ég brugðist illa og það veldur mér sorg. En þannig er þetta bara. Og eina sem ég getur gert er bara að halda áfram. Já. Algjörlega. Annað að mæta afgangi. Hlúa þínu nánustu fyrst. Já. Þú byrjar á því. Já, taka til heima þessu fyrst. Já. Algjörlega. Sko, mér langar aðeins að fara yfir skákina með þér. Ertu einhver skákmaður sjálfur, Kári? Sko, ég er ekkert góður í skák. Ég telt aldrei. Ég fyrir nokkrum árum þá festist ég að tefla netinu. Já. Og en ég hef aldrei sko stílað árangur sem ger það verkum að ég berja mér í brjósti. Ég held ég hef verið að tefla við fólk sem var með svona kringum 2000 í elustíð en eitthvað slíkt. Þannig að það var aldrei neitt til að nothing to write home about. Já. Og þó, það er sant, ansi vel gert. 2000 elustíð er fjári gott. Sko ekki í því umhverfi sem ég hrærist. Nei, það er enda rétt. Það þykir ég ansir þetta að ef ég var Hjartarson sæti hér núna þá myndi hann nota alls konar aðferðir til að gera grína mér. Ég get lofa eitthvað því. Því hann er ekki bara feitilega þessi dýfulega góði skákmaður, hann er líka með allra skemmtilegustu mönnum. Já. Og bestu mönnum í þessum heimi. Já. En sko Leifur meðal skákmennum er svona 13-14 reilófstig sko. Já, og bara 2000 ég stig. eyddi mjög miklum tíma í skák því ég var ungum maður. Já. Fylgdist eitthvað með eins og einvíinu og... Já. Ég fylgdist mjög mikið með einvíinu. Við vorum öllum stundum að tefla á lestofuna. Ég kom bara á lestofuna til þess að tefla. Hélstu með Fischer eða Spassky? Ég hélt með Fischer. Já. Vegna alls konar ástæði fyrir því.
manni fundust, þó ég hafi alltaf verið mjög sósíalisti, þá stóð mér alltaf stuggur af Sovétríkjunum Já, og fannst þau lítið spennandi. Og einhverju hluta vegna fannst mér Spassky alltaf mjög óspennandi skákmaður. Og ég held að ég sé ekki einn það. Fischer var náttúrulega alveg feitilega spennandi skákmaður. Og það er daldið gaman að þessu, sko, hann passar inn í miðjuna á þessari gömlu mýtu geðveikjarsénið. já, Og ég sagði ykkur áðan að þegar við tókum þessar stökkbreytingar sem tífalda líkur á djagklofa, þá sýntum við að í þeim sem að ekki fá djagklofan en eru með þessar stökkbreytingar, þá hugsaður öðruvísi heldur fólk almennt. Og til þess að geta verið skapandi, þá þarf að geta hugsað öðruvísi. Svo á þessum tíma hafði verið sýnt fram á að í fjölskyldum djagklofasjúklinga var líklega að þú finnir einhvern sem var mjög skapandi heldur hún í samfélaginu almennt. En það var ekki vita hvers vegna. Eru fjölskyldur djagklofasjúklinga, eru þær bara umburðalindari þegar kemur að því að hugsa öðruvísi? Eða deilir sköpunarmátturinn eða sköpunargáfan, deilir hún einhverju bíológiskum eiginleika með djavitinni. Svo það sem við gerðum var að við tókum alla breytileiki í erfðamenginu sem tengjast djagklofa og við byggum til úr genetic score. Þeim hærra sem þú skorar, þeim líklegri að þú fái djagklofa. Svo skoðum við þetta annars vegar í meðlumnum hinna skapandi stjætta, í rithöfundasambandinu, félagi íslenska myndlistamann og svo framvegis, annars vegar og hins vegar í fólk í samfélaginu almennt. Og meðlumir í félagum hinna skapandi stjætta voru með miklu hærra í skor fyrir djagklofa heldur en fólk almennt sem bendir til þess að sköpunarmáttur eða mest úr til löngunin til þess að vera skapandi og djagklofi deila bíológíu. Já. Sem ég fannst mjög spennandi, þetta er umverulega staðfestingin á gömlu mýtunni þessa skörun sköpunargáfunar og djavitinnar. Þetta er áhugavert. Er þetta þá eitthvað sem við þurfum að eða getur verið meðvitu fyrir og er þetta eitthvað sem við getum mögulega komið í vekk fyrir þá? Djavitina? Já. Það reynist okkur mjög flóti heilin eins og við erum búin að tala áður er mjög flóti fyrirbrigði. Já. Og það sem að djavitin eins og flestir sjúkdómar á rætur sínar í því að eðlileg starfsemi er ekki virka eins og hún á og þú veist ekkert henni eðlilegu starfsemi, hvernig ætlar að fara að áhrifa á hana. Það gengi mjög illa að finna lyf sem hafa raunverulega áhrif til bata þegar kemur að djaviti. Já, algjörlega. Rétt aftur að því að Fischer flutti nú til Íslands og þú hafði nú einhver kynna á honum, eða ekki? Jú, ég hitti Fischer nokkur sinnum og við áttum langar diskussjónir. Já. Og það diskussjónir mörkuðust fyrst og fremst af því að hann var með svona væni síki, hann var með paranoid síkósu og það var mjög erfitt að fá hann til að tala annað en það hvað dýðingar væri vondir og þá staðrind að CIA væri að eldan. Já, hann var langt leitur í hann var mjög langt litur í því en alltaf af og til þá sá maður glitta í þennan briljans því hann var svo sannarlega með lifandi kreftu og hann hefur sem ég finnst til dæmis hugmynd hans sem Fischer random alveg briljant ef þú vilt koma í vekk fyrir það menn á nördarnir sem sita allan tímum og læra byrjanir. Læri bara utan að einhverjum heilanga byrjanir. Já, ef þú vilt losna við það, þá er þetta alveg briljant leið. Já, fyrir þá sem ekki vita, þá snýst Fischer random sem sagt það að þú raðar köllunum fyrir aftan pegin reyndar eftir örfáum reglum, en í megin dráttum snýst það bara það að kallarnir þú veist aldrei nákvæmlega hvernig þeir byrja og þá getur ekki lagt á minnið kannski 20 leiki í einni byrjun og þú getur margvælt það með ansi mörgum en sem sagt, já, þetta er snild. Hefur eitthvað að spila Fischer random með það? Nei, en mér finnst þetta bara briljant hugmynd. Já, hann var klár, sko. Ég held, sagan segir að Helgi Ólafsson hafi spilað Fischer random við Fischer. Helgi Ólafsson var sá sem var
var honum næstur Já, var það? eftir hann fluttist til Íslands. Já. En þið sjáu það að Fischer dó líklega af völdum þessara geðveiki, menn þess að hann var svo tortrygginn að hann vildi ekki leyfa læknum að komast nála sér. Já. Sem er býsna sorglegt. Já, algjörlega. Já, það er það. Sko, ef við förum aðeins í Decode í bóði PT. Félagið stofnaður 1996 á því herrans ári. Það er fæðingar á þitt, Birkir. Forstjórið þess frá upphæði hefur verið Kári Stefánsson, nokkur. Ef við byrjum einfalda á spurningunni, sko, ef við förum létt í það, hvað gerir Íslensk erfðagreining og hver eru markmið félagsins? Eins og stendur þá er markmið félagsins að auka þekkingu á mannlegum fjölbreytileika og nota til þess erfðafræði, nota til þess protein biokemíu eða svo kallar proteomics með því að skoða breytanleiki í erfðamengi mannsins með því að skoða breytanleika í styrkjana ýmsu edjakvítefna í blóði með því að skoða RNA með því að líta á alls konar images eins og heilaskönnun og svo framvegis. Eggjahvítuefni er það prótín? Já. Ok, fyrir ekki? Yes, og nota alls konar tölfræði, stærðfræði í gervigreind og svo framvegis til þess að greina þessu gögn. Og þetta fyrirtæki hefur þróast á þessum 26 árum og við höfum síðastliðin 15-20 ár þá hefur við leitt heiminn á þessu sviði alþjóðlega, það er ekki spurningum það í dag. Við höfum lagt meira mörkum en nokkur önnur stofnun í heiminum þegar kemur að þessari nýju erfðafræði og þessum nýju aðferðum við að rannsaka mannlega fjölbreytni. Og það er að vissu leyti stórfurðulegt að við skulum hafa gert þetta vegna þess að þegar við komum til Íslands þá var ekkert hér til staðar, það var engin þekking, það var engin reynsla, það var ekkert fólk sem hafði unnið við þetta og að mestu leyti, 98% af þeim sem hafa starfað hjá okkur eru Íslendingar og það er alveg aragrúi, mýgrútur að hæfileikaríku, duglugu, sniðugu fólki á Íslandi sem hefur hjálpað til við að byggja þetta upp. Það er alveg ótrúlega snillingar sem að þar vinna og hafa unnið á þessum 25-6 árum. Hvernig byggir þú fyrirtækið upp? Eins og þú talar það var ekki mikil þekking til staðar og það er eitthvað sem hafði ekki verið gert. Þetta er unnið að mestu af Íslendingum. Hvernig byggir maður upp svona fyrirtæki sem er svona, já, þetta er mjög og svona sértækt. þekkingu bara. Já. Það er það í gatverið og fær að spyrja mig spurningar sem að er ekki nokkur möguleik til svara þess að við erum orðað þetta þannig að þetta er ein tilraun. Já. Alright. Þetta er tilraun það sem er ennir einn og búin að reyna þetta einu sinni. Þannig að það er mjög erfitt að halda því fram að maður viti hvernig eigi að gera þetta, þú þarf að gera fleiri tilraunir til þess. En það eina sem ég get sagt er að við unnum alveg gífulega mikið, þetta það vinnu framlag fólks þarna er búið að vera gífulegt í gegnum tíðina og að þessu hefur komið fólk sem er mjög sniðugt og eitt af því sem er svolítið mikilvægt í þessu öllu saman er að mjög fáir af því sem að vinna hjá okkur eða hafa unni hjá okkur höfðu lært einhvað í mannarafræði. Við byggum til okkar eigin aðferð til að nálgast þetta. Já. Og ég hugsa að það hafi verið kostur, ekki galli. Ég held að það hafi verið kostur vegna þess að við vorum að fara í gegnum svona við vorum að fara í gegnum algjöra byltingu í faginu. Menn hættu að nota þær aðferðir sem hefur notað áður og tóku upp nýjar aðferðir og við áttum í engum erfiðleikum með því að henda í burtu þessum gömlu aðferðum en þess að við höfum ekki haft tíma til þess að láta okkur líka við þar. En sko, bara svo við áttum okkur á því og þeir sem er að hlusta, þú kemur þarna frá Harvard og þú veist, það er ekkert að fyrsta sem mönnum þetta í hug þegar þú koma heim, nú ætlum ég að stofna með líftækni fyrirtæki. Ég ákvað að stofna þetta fyrirtæki áður en ég hætti. Okay. Ég var búin að setja saman áætlun, ég var búin að afla fjár, ég var búin að fá hópa fjárfestum til að koma að þessu og var búin að draga að mér hópa mönnum sem ætlaði að byrja að vinna.
og hugmyndin að því sem við vildum gera nákvæmlega sama og það hugmyndir sem menn að vinna að í dag. Það sé að búa til það sem að menn kalla á ensku precision medicine. Það sé að sjá að búa til, hafa þau áhrif á læknisfræðina, hún yrði ekki bara miðuð við sjúkdóma, heldur einstaklingana sem eru með sjúkdóminn. Það sé að þetta samspil í sérstakri eiginleika einstaklingsins og sjúkdómsins. Algjörlega. Það er, Hvað klukkan? klukkan er maður sjá. 9:30. Já, slett. Og hvað höldum við áfram lengi? Kannski svona hálftíma. Ólætt? Það Jú, þið eruð út alls að mér. Já. Nú eru margir hlustendur okkar svo ungir að líklega munna margir ekki eftir því, en Decode, það er tekin ákvörðun að veita Decode ríkisábyrgð. Hvað kemur til þarna? Þessi spyrja mig, við fengum aldrei ríkisábyrgð. Nei. Við báðum aldrei ríkisábyrgð. Það var samtidig lög sem að gerði ríkinu kleift að veita okkur ríkisábyrgð sem ríkið gerði aldrei. Við urðum hins vegar að útstýra fyrir heiminum hvers vegna okkur var ekki veitt ríkisábyrgð. Já. Sem að var alls ekki einhver sem við vildum stýra. Nei. Þetta voru klárlega mistök, en þetta voru ekki okkar mistök. Þetta voru mistök Alþingis á þessum tíma. Já, ok. Svara. Og við sjá. Bónusmenn vilja þakka þér kærlega fyrir og Íslenska erfðagreiningu fyrir að vera stærsti þátturinn í því að við komumst, vonandi. Í gegnum hennar blessaða COVID-19 faraldur sem senn er á enda aftur. Við fengum Þórólf Guðnason, fráfarandi sóttvarnarlækni í spjall til okkar daginn og okkur langar aðeins að ræða við COVID einnig. Ef við byrjum á því þegar þessi veira kemur hingað til landsins, hver voru þín fyrstu viðbrögð? Við settumst niður nokkur niður í Vatnsmýri og kíktum svona á þau gögn sem voru að verða til og okkur fannst þetta ókvetjandi. Okkur fannst þetta svona pínulítið fjarlægð eins og þetta gæti verið fyrsti kaflinn í sögunum útrýmingu mannkyns. Og minnst á kosti svo alvarlegt fyrirbrigði að það var ekki réttlægtalegt annað en að við gerðum allt sem við gætum til þess að leggja mörkum í þessar baráttu. Svo ég hringdi í forstjóra Amgen sem á Íslenska erfðagreiningu sem er alveg gallharður, klassískur amerískur kapitalisti og sagði við hann að ég líti svo á við yrðum að fara að vinna í þessu með stjórnvöldum og hann sagði í guðanabænum hjálpiði þeim með öllu sem þið getið og við fengum ekkert annað en hvatningu þaðan allan tíman að gera allt sem við gætum. Það var alveg ljóst frá upphafi að innan þessa heilbrigðiskerfis þá var ekki geta til þess að sinna þessu. Við sáum alla stímun sem gerð var á einkennalausum. Við sáum alla greiningu á mjög stórum hundraðshluta þess tíma sem fór í þennan faraldur. Við sáum alla greiningu á gögnum. Við sáum að búið til stilning fyrir Þórólf og sóttvarnalækni og fólki í kringum hann á því sem var að gerast. Við byggum til hugbúnaðarkerfi til að hjálpa Landspítalanum við að byrja að taka þátt í þessu líka. Þannig að við lögðum mjög mikið mörkum í alla staði. Það var ekki átakalaust. Það var fólk upp á Landspítala sem gerði allt sem það gat til þess að sjá til þess að við gerðum þetta ekki og hver er ástæðin fyrir því að spyrja mig. Já. Það voru læknar á Landspítala sem kærðu okkur til persónuverndar. Héldi því fram að við höfum verið að brjóta lög með því að aðstoða sóttvarnir í völd. Var það með að raðgreina smittin eða? Já, bara með að raðgreina með því að stíma og svo framvegis. En það eftir því að ég er ekki sjálfum sér að væla yfir þessu. Það gerast hlutir. Það gerast skrýtnir hlutir þegar menn er undir miklu álagi. Já. Og þetta var mjög mikið álagi í samfélaginu og satt að segja, finnst mér Íslands samfélag hafa komist út úr þessu ótrúlega vel. Þjóðin var öguð, hún hlýddi sóttvarnir yfirvöldum, fór að ráðleitingu sóttvarnir yfirvölda,
fór á boðum sóttvarnayfirvalda og þrátt fyrir það þá var fólk í íslensku samfélagi sem mótmælti þessu, það væri verið að takmarka frelsi fólks og við sem samfélagi lefðum það. Það var ekkert verið að veitast að þessu fólki, þessu fólki var leita, þessu fólki var gefin rödd af fjölmiðlum landsins og ég mjög montin yfir því. Vegna þess að við verðum að hafa samfélag sem að rúmar alls konar skoðanir meiri sé á erfiðum tímum eins og þessum. Ja. Þannig að ég held að við höfum komið mjög vel út úr þessu. Við sem vorum í Vatnsmýri að vissuleiti vorum við forréttinda fólk vegna þess að við sátum ekki bara á hliðarlínunni í Angist, við fengum að taka þátt. Við fengum að vinna í þessum af miklum krafti. Við skrifum nokkrar vísindagreinar sem birtust í bestu tímaritum heims. Það sem við vorum að fara onni í þessa molekúlar epidemiológi, þessa sameinda faraldsfræði sem við vorum að búa til. Þannig að mér fannst þetta mörguleiti kúl. Já. Þetta var að mörguleiti kúl. Kári, ert þú búin að fá veiruna? Já. Ég fekk þriðju bólusetningun í byrjun ágúst í fyrra og í byrjun apríl þá veiktist ég og var býsna lasin í 5-6 daga. Já. Ég man ekki til þess að hafa orðið svona lasin áður á ævinni. Og mér finnst það mjög interessant að fljótlega eftir að ég fekk þriðju bólusetninguna þá var títer minn að mótefnum gegn veirunni. Þetta er algjörlega arbitari, það var 13.500. Eftir að ég veiktist þá fór hún upp í 56.000. Já. Þannig að það að síkjasta veirunni verið býsna betra búst heldur en bólusetning. Já. Þið ákveðu strax þegar faraldurinn hófst að skima án endurgjalds og verðmastu framlagi upp á 3 milljarða. Íslenska þjóðin mun ávallt standa í þökk fyrir íslenska erfðagreiningu, ekki einungis vegna þeirra viðbragða í faraldrinum, heldur líka vegna annar rannsóknar sem fyrirtæki stendur fyrir en afhverju. Ég held ekki að þökk sé í sjálfum sér rétt orðið í þessu sambandi. Við vinnum í íslensku samfélagi, við nýtum okkur það að hér er fullt af hæfileikaríku fólki sem hefur verið menntað í íslensku samfélagi, hefur mótast af íslensku hugsun og íslensku kultúr og þetta fólk er fyrirtækið. Þannig að þegar svona kemur upp, þetta frá mínu bætinum séð, þá var þetta eins og heitir á ensku, þannig að all hands on deck, can't have a moment. Þetta var augnablik, það sem að allir átt að leggja mörgum. Og það er eitt af því sem hefur kannski ekki hist nógu mikið af að þegar við lentum í skorti á hvarfefnum til þess að stíma og svo framvegis, þá hafði ég samband við fólk í hinum ýmsu fyrirtækjum út allan bæ og allir lögðu allt sem þeir gátu mörgum til þess að leysa það vandamál. Þannig að ég held ég fram að það hafi verið mistúfætti býsna sjaldgæft að rekast á fólk sem var ekki reiðubúið til þess að setja öxluna við hjólið. Þannig að ég held að það bara verið eðlileg viðbrögð og menn eigi ekki að kirknundan þakklæti yfir hvort einunin einu heldur bara einfallega svona á að bregðast við. Já. Ég er hins vegar óannaður að mörguleiti við það hvernig stjórnvöld hafa brugðist við eða hvernig stjórnvöld er að vinna úr þessari reynslu. Það er ekki hægt að rekna með því að þegar næsti faraldur kemur að það verði fyrirtæki eins og Íslensk erfðagreining til þess að bera hitan og þungan af þessu. Og ég er margsinnis búin að ráðleggja stjórnvöldum og setja á stofn einhvers konar farsóttastofnun sem myndi þá vera að hluta til raunveruleg stofnun með starfsmönnum og í annan stað í skipulagðar aðferði við að draga fólk allstaðar að úr samfélaginu til þess að leggja mörgum þegar svona kemur upp á. En ég ætla að fá að byrja því, ég verð að vera ósámálaðir að við stöndum, þið er ekki þakka skuld en það má vel vera á sér það nú skal ég segja rétt að við gæti ekki verið meira saman en það hvort þú sér sammála mér eða ekki sammála. Þetta er ekki spurning það. Það sem ég var raunverulega að gera er að reyna að skilgreina hvað var að gerast á þessum tíma. Að það er eitt þegar menn standu upp þegar ekkert kallar á það og leggja einhverja mörgum. Á þessu augnabliki ég raunverulega að halda því fram að þegar svona kemur upp á eins og svona farsótt þá ber okkur skylda
við eigum ekki annan kost heldur en að letja mörkum eins mikið eins og við getum. Og að mörguleiti þá eru sáttarlögin sniðin þannig að baki þeim þessu hugsun sem ég að tjá, grundvallar hugsunin. Það sé að það hægt að kalla til, það hægt að beygja hennar ýmsu reglur. Við vorum svipt, raunverulega sjálfsforæði í þessum faraldri. Það var tekin á okkur rétturinn til að koma saman, sem lítið á sem mjög mikilvægan hlut á okkar frelsi í samfélaginu. Þannig að þegar þannig fyrirbrigði koma upp, sem eru þess eðlis að það þykir sjálfsagt að svipta okkur eðlum mannréttindum, þá verðum við komin að þann stað að það verða allir að letja mörkum. Það er ekki val. Já, algjörlega. Það er skylda. Já. Og ég held ég fram að við höfum á síðustu áratugum verið dálítið tregt til þess að skilgreina skyldur okkar í samfélaginu. Við erum sífellt að skilgreina rétt okkar, til dæmis nú litið á aðgangað heilbrigðisþjónustu sem mannréttindi. Right? Já. Mér finnst það flott. Mér finnst að séu mannréttindi að fá aðgangað heilbrigðisþjónustu. En á sama tíma, og við erum að skilgreina það sem mannréttindi, þá er málið þannig að ef þú lendir í því að fá slæman sjúkdóm og ferð upp á sjúkrahús, þá eru líkurnar á því að sjúkrahúsi geti hjálpað þér. Það er byggja á því að þeir sem koma á undan þér með sama sjúkdóm leyfðu það að upplýsingar þá eru notaðir til þess að gera uppgöttanir sem var snúið yfir í aðferði til þess að greina og lækna. En á sama tíma átt þú að geta sagt, nei, það má ekki nota upplýsingar mig til þess að gera frekari uppgöttanir sem að mér finnst alveg fáránlegt. Já. Mér finnst að vega gegn grundvallar hugmyndum að baki samfélagslegri ábyrgð. Við eigum að eiga aðgangað heilbrigðisþjónustu, allar eiga aðgangan án tillits til efnahags, en við eigum að borga í einn kind. Það sé við eigum að vera reiðumbúðs að leggja það sama mörkum að þeir sem þeir lögðu að mörkum sem gerðu að verkum að við getum fengið hjálp. Já. Algjörlega. Hvernig fannst þér þrý ekki standa sig í gegnum faraldurinn? Mér fannst að standa sig mjög vel. Ég lít á, mér finnst þetta fólk vera feiti gott fólk. Alma er mjög góður landlæknir. Hún er yndisleg mannesti að Þórólfur er allra manna mestur hugljúfi. Ég þekkti Víði minnst. Mér fannst að vísu alltaf dálítið hlægilegt þegar að Víður kom fram og var að koma með spár það hvernig, eða sína túlkun á því hvernig faraldurinn var að þróast. Hann var mjög fljótt, mikill farsótta sérfræðingur. En þetta er ekkert flóknar en svo. Margt af því sem hann sagði var alveg rétt eins og aðri sem háskólamenntum svið. Þeir stóðu sem mjög vel. Já. Og þó ég sé að gagnrýna núna stjórnvöld fyrir að hafa ekki dregið af þessu nógu mikinn lærdóm, þá stóð ríkisstjórnin sem mjög vel. Hún skildi ákvörðunartektin eftir í höndum á sérfræðingum og ekki nóg með það, hún lét sérfræðingana vera það sem töluðu til þjóðarinnar. Já. Og það gerðist á mjög fáum stöðum. En hann talaði að Þórólfur þegar mætti til okkar að honum fannst erfitt þegar sérstaklega ráðherra Sjálfstæðisflokksins voru að tala bara bókstaflega gegn hans tillögum. Já, þar er ég honum algjörlega ósammála. Ok. Það er að segja að ríkisstjórnin stutt hann alltaf. Og það var ekki eitt einasta skipti raunverulega sem að ríkisstjórnin stutt hann ekki. En að ætlast til þess að menn megi ekki hafa meir en eina skoðun innan ríkisstjórnar, það er bara heimskulegt. Já. Það er að segja að við búum í lýðræði samfélagi og sá galli sem ég sé stærstan á okkar stjórnmálakerfi í dag er það að menn hafa tilhneigingu til að tjá bara eina skoðun innan hver stjórnmálaflokks. Já. Ég held að það er engin vandi fyrir mig að taka skef aftur og bak og segja að þetta er rangt, Þórólfur, með þess að ríkisstjórnin stutti því. Og það er gott fyrir samfélagið að finna, heyra, sjá að menn leyfa sér að tjá alls konar skoðanir meiri sjá svona augnablikum. Þetta er miklu erfiðara fyrir hann sem var í þessu alveg upp undir háls. En þá að þetta pirra núna þegar hann horfið tilbaka þá hagaði hann sér ekki þannig í augnablikinu og þetta
gekk alveg ævintýralega vel og Þórólfur Þórólfur merkilegu maður. Hans framlag til lýðhelsu byrjaði ekki með þessum faraldri. Hann til dæmis keyrði inn í sinni kringum landi til þess að bólusetja börn á ákveðnum aldrei gegn heilahimnubólgu. Alveg stórkostlegt framtak af hans alveg. Þannig að ég fæ bara tár í augun til ég hugsa Þórólf. Þetta er svo vænt hann og þetta gekk svo vel en hann ekki gallalus maður og ég algjörlega á móti þessar skoðun hans að það hafi ekki verið að því að menn tjáðu aðra skoðun, það var það ekki. En Kári, þessi faraldur búinn? Sko, þú fær mig ekki til að segja hans í búinn, en þess að það tölvöld mikið smitt. Endur smitt. En ég held að þetta séu eðlilega dauðategjur á svona faraldri. Ok. Þetta náttúrulega sá tími ársins, þar sem menn að þvælast heimsóknanna milli, þannig að það eru auðvelda leiðir fyrir veiruna til að komast frá einu manni til annars. Þannig að ég held að við sem að borga svolítið prís fyrir það. Já. Þú talaður það að setja á fót einhverja svo kallega farsóttanefnd. Farsóttastofnun, rétt. Þú þvertekur sem sagt fyrir það að þetta sé eitthvað sem að gerist á 100 ára frest og nú getum við bara hallað okkur aftur. Ég held að það væri afskaplega óskynsamlegt að halla okkur aftur. Ef þú horfir tilbaka, þá reynslan úr fortíðinni, hún passar ekki almennilega við ástandið svo í dag. Það sem menn þeytast milli landa, sko, oftar heldur menn keyrðu að Selfossi þegar ég var 12 ára gamall. Og færðast það mikið á milli heimsluta. Að það er svo miklu bóðleiðin fyrir þessar veirur svo miklu styttri og auðveldari. Þannig ég held að það væri óskynsamlegt að reikna með því að þetta gæti ekki komið fyrir aftur í okkar tíð og ég held að það þarf ekki að vera svo gífurlega dýrt að búa til þannig stofnun. Þetta felst aðalega því að hafa einhvern tækjabúnað sem gerir mannum kleift að stíma, gerir mannum kleift að afla gagna, vinna úr gögnum og síðan að finna þá einstaklinga innan samfélagsins sem hægt að kalla saman þegar einhvað gerist. Og það þýðir ekki að til dæmis að þegar var verið að skipuleggja stímun út af flugvelli, þá var ég að standa í deilum við lögfræðingar sem unni í forsætisráðuneytunum það hvernig ætti að gera þetta. Sko, Guðsjó lóð, það var þetta alveg afskaplega góðir lögfræðingar hjá forsætisráðuneytunum sem var að deila við hann, en þeir eru ekki menninni til að skipuleggja þetta. Nei. Það verða að vera, sko, við verðum að vita hverjir það eru, sko, við verðum að kunna manngangin. Já, það er grunnadri, já. Grunnadri, skilur. Og það er engin vand að draga þetta saman, að afla gagna sem gerir þið kleift að finna fólk, að það er gerð sem þú þarft að halda og finna fyrir á einhver stað, þar sem er stjórnstöð, þar sem þið getur komið saman og unnið. Og við áttum fullt af til dæmis skemmtilegum fundum með sóttvarnalækni, með landlækni og sóttvarnalækni og Má Kristjánsinni, þeim yndislega manni. Þannig að þetta, frá mínu bæðinum séð, þá var þetta mörguleiti sko, með skemmtilegri tímabilum í minni ævi. Já. Það var voða gaman að vinna með þessu fólki og kynnast þessu góða fólki og upplefa það að þessi þjóð sem að haga sér eins og bölvaði ribbaldar frá degi til dags getur komið saman og verið til fyrirmyndar. Já, algjörlega. Já, svona að lókum varandi COVID, beiglu góðir smyrja afbragðsgóðar beiglu og mín uppáhalds kalkuna beiglan, en þeir vilja vita, hver er þín skoðun á bólusetningu? Vísar þið til föður og svona að faraldurinn hafa verið keyrður áfram af þeim sem vildi ekki láta bólusetja sig? Ég hugsa að þeir sem vildi ekki láta bólusetja sig hafi valdið töluverðum skada. Ég held að þeir hafi valdið sjálfum sér mestum skada, en ég held að þeir hafi valdið samfélaginu allum skada líka. Ég hafi hægt á þeirri vinnu sem að miðast að því að
kveða þetta í kútin en Guðs og lof í okkar samfélagi þá þetta ekki stór hópur og það alveg ótrúlegt hvað menn geta spunnið upp mikla vitleysu geta unnið upp í sjálfum sér mikla tortryggni gagnvart fólki sem á bólakafi að reyna að takast af við svona faraldur. Ég rekst enn á fólk sem heldur því fram að bólusetningin hafi verið plat. Það hefði verið negin bólefni í þessum sprautum og svo framvegis. Við erum búin að mæla mótefni í fólk í bólusettum með hennum ýmsu bóluefnum og við með mjög nákvæmar upplýsingar hvernig hvert bóluefni fyrir sig leiðir til mótefnamyndunar og svo framvegis. En engu að síður þá endur tekið það sem ég sagði áðan að ég held að sé ekki galli heldur aðalsmerki á okkar samfélagi að það leifir svona mismunandi skoðanir og það á að gera það og við erum konar vondan stað ef þegar svona kemur upp á að þá séu nákvæmlega allir á samanmáli. Já. Hver að þínum að stærsti sigur íslenskara erfðagreiningar frá stofnun hennar? Það sem að mér finnst stærsti sigurinn að við skulum hafa geta búið til teymi. Það í fyrsta lagi við vorum til fyrstu í heiminum til að setja fram þá hugmynd að vinna mannerðafræði á þennan hátt. Það að afla upplýsinga, mikilla upplýsingum árgerð og svipgerð einna þjóðar eða eins samfélagshóps og án tillits til hvaða spurninga þú ætlar að svara með því að grafa hann í þessu gátt. Það að þegar þú ferð að láta spurninguna sem þú ætlar að svara hafa áhrif á það hvernig þú aflar gagna þá ertu farin að beygla útkomuna. Síðan höfum við uppgötvað breytanleiki í erfðamenginu, erfðavísa sem hafa áhrif á mjög, mjög stórun hóp sjúkdóma, 100 sjúkdóma eða eitthvað slíkt. Og höfum leitt heiminn, til dæmis að þegar það var gerð úttekt á því af félagsfræðideild Oxford-háskóla því hverjir höfðu lagt mesta mörkum til því sem að kallað Genome Association, það þessar nýju aðferði við að skanna allt erfðamengi eftir breytanleikum. Þá voru við frá Íslenskri erfðagreiningu á toppnum af þeim lista. Þannig að við höfum lagt meira mörkum almennt séð heldur en nokkur önnur stofnun eða fyrirtæki í heiminum. Síðan maður fer að fara von í einstakar uppgötvanir, þá finnst mér alltaf merkilegast uppgötvanir sem við gerðum í gær. Og ég kemst ekki úr því fari, en við höfum fundið fjöldan allan af breytalingum í erfðamenginu sem hafa áhrif á alls konar krabbamein, hafa áhrif á alls konar geðsjúkdóma, alls konar hrörnunarsjúkdóma í heila, hjartasjúkdóma, kransæðastíflu, hjartabílun, lifrarbílun, you name it. Við höfum lagt að mörkum til þess að búa til meiri skilning á þessum sjúkdómum. Við höfum meiri í sumum tilfella þá hefur af uppgöttunum sem við höfum gjör breytt nálgun fólks á sjúkdóma, hafa hugsað á allt annan máta, hvernig eigi að meðhöndla. Þannig að okkur finnst þess að við höfum lagt tölvöld mikið af mörkum og erum ánægð með það. Já. Af öllum þessum urmul af uppgötunum sem þið hefði gert, einhver sem kannski sem hefur komið eitthvað mest á óvart og kannski leitt til einhverja frekar rannsókna á öðru sviði? Eitthvað sem leit út fyrir ómögulegt kannski? Sko, ég endurtek það sem ég sagði áðan, ég undir mjög miklum áhrifum þess sem við gerðum síðast. Og það sem ég finnst svona merkilegast í því sem við erum að velta fyrir okkur þess dagana að það lítur út fyrir í mörgum sjúkdómum þá sé það sem leiðir til þess að sjúkdómurinn byrji sé á köflum allt annað en það sem gerir það verkum að sjúkdómurinn heldur áfram.
Það er að segja að það er einhvað sérstakt fyrirbyrði sem gerist til þess að sjúkdómurinn byrji. Og svo er einhvað allt annað sem gerist til þess að láta sjúkdóminn halda áfram og verða verri. Og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að menn hafa verið mjög að beina sjónum sínum að mestu leyti að þessum fyrirbyrðum sem gera það verkum að sjúkdómurinn byrjar. Og til dæmis í tilfelli Alzheimer sjúkdóms þá tókum menn það sem þeir vissu og var algjörlega rétt að byrja sjúkdóminn og þeir komu í veg fyrir það. Að það er að segja að þeir tóku sjúklingar sem höfðu fengið Alzheimer sjúkdóm og komu í veg fyrir að það fyrirbrigði sem byrja sjúkdóminn geti haldið áfram. Gáttu algjörlega stoppa það, gáttu laga það sem það hefur gerst áður, en enga síður heldur sjúkdómurinn áfram. Vegna þess að eftir að þetta byrjunar atvik á sér stað, þá er allt annar fyrirbrigði sem tekur við. Og þetta er meiri háttar prinsip, þetta er uppgötun á meiri háttar prinsipi sem er gjörsamlega nöðsilegt að skilja, vita og skilja til þess að geta sett saman líf sem hafa einhver áhrif. Já. Nú fyrir að segja á seinni endan hjá okkur. Ég er með eina spurningu áður en komið hraðaspurningarnar. En þetta er frá Netgyro, okkar mönnum. Þeir vilja aðeins ræða við körfubolta. Ég neita að ræða við á körfubolta. Körfubolta er göfug íþrótt og ég var gaman að spila körfubolta. Ég er gaman að af og til að horfa á körfubolta þó ég tími sjaldnast að horfa á heilan leik. Það er best að horfa á síðustu 5 mínúturnar. Minnst að kosti ef maður horfur á NBA-leiki þá er best að horfa á eftir að eru búnir þannig að maður geti hraðspólað yfir time out og svo framvegis. Já, þau geta tekið óþarlega langan tíma. Það er að segja leikurinn tekur 3 klukkutíma. Já, það er ótrúlegt. Í staðis að hann á ekki að taka hann með 48 mínútur. Já. Hefur fylgt einhverju liði gegn tíðina? Ég bjó í Chicago lengi. Já. Ég var þar á Michael Jordan tímanum. Þannig að það var mjög erfitt að styðja ekki Bulls. Skemmtilegt. Það er sko ég man eftir því að sita með alls konar sko mjög frægum vísindamönnum sem að hefur aldrei haldið að myndu horfa á körfubolta. Ég satt meðal annars með einu sinni með Chandra Sekhar, gamla Indverjanum sem að kom fram með hugmyndunum Black Holes. Já. Ég satt með honum að drekka kampavín og horfa á borða Chicago pizza og horfa á Bulls spila í sjónvarpi. Þannig að sko Michael Jordan flutti körfuboltanum upp á allt annað svið. Hann breytti þessu algjörlega. Þetta var sko íþrótt allra íþrótta á þeim tíma sem hann var. Hverjir hafa haft mest áhrif á þig? Hvaða einstaklingar? Ég held að Örn Helgason sem kendi mér efnafræði og eðlisfræði í menntaskólanum í Reykjavík hafi haft á mig mest áhrif á öllum þeim sem kendi mér. Af vísindamönnum almennt í heiminum, ég held að sko hetja mín úr vísundum svo sem að rís upp úr öllum öðrum er Einstein, hann var alveg ótrúlegur. Árið 1905 þá birti hann 4 greinar vorið 1905 sem hver sig breytti heimsmynd okkar og þetta vann hann bara einhverstaðar á patentskrifstofu í Sviss. Í Stalstíð þetta svona þegar enginn var að fylgjast með. Ég hef alltaf verið geysilega mikil aðdáandi Feynmans. Hann var líka stórkostlegur eðlisfræðingur. Af líffræðingum, af fólki á mínu sviði þá er ég erfitt með að benda á einnum fram annan. Það er fullt af fólki sem að hefur haft áhrif á
það hvernig ég vinn. Ég hef lært óbúslega mikið af því fólki sem ég hef unni með, þeir sem hafa unni með hjá Íslensk jarðagreiningu, vann með í háskólum, bæði í Chicago og Boston. Það má orða það þannig að nemendur mínir, undirmenn mínir hafa tjent mér meiri heldur en okkur annar. Já. Og haft meiri áhuga á mig. Já, algjörlega. Það komið að hraðaspurningum í bóði Brí og Léttöl. Það byrja einfalt. Hver er uppáhalds maturinn? Ég hef almennt afskaplega lítinn áhuga á mat. Já. Ég get ekki sagt þér hvað er uppáhalds matur. Góð lúða. Góð lúða. Steikt lúða finnst mér mjög góð. Ok. Sér eftir hún í eldhúsinu ef þú ert að bjóða bönnum í mat? Sko, geta mín í eldhúsinu, hún takmarkast við að rista brauð. Ég hef býsna sleipur við það. Ok. Ein bók sem þú mælið með? Hamlet, Já. eftir Maggie O'Farrell, Mm. sem er alveg stórkostleg bók. Ok. Hún, Maggie O'Farrell er uppáhaldsrithöfundur minn þess dana. Hamlet er samnefni Hamlet. Já, já. Og bókin er skrifuð skáldsaga sem að svona byggir á Shakespeare. Hún segir frá Shakespeare sem býr upp í Stratford, er að vinna í verstæði föður síns við að búa til hanska. Og hann kynnist konu sem heitir Agnes, sem ólst upp á sveitabæ og eyddi miklum tíma út í skógi og var snillingur í grasalækningum til dæmis. Þau giftast og eignast 3 börn. Elst er stúlka og síðan eignast þau í tvíætja týpar á stúlku og strákurinn hétt Hamlet. Agnes samfærði Shakespeare að hætta að vinna hjá föður sínum en að faður hans var leiðinlegur við hann, djæðmántur og leiðilegur, og Shakespeare hafði verið að skrifa þessi leikrit, hún kvartandis að fara til London og setja þau á svið og hann fór og kom einu sinni í mánuði heim, þetta var 20 tíma reið á hestbaki að koma frá London til Stratford. Nema þegar týpararnir eru 12 ára, þá smitast stelpan af svartadauða og er í þann veginn að deyja. Og Hamlet getur ekki hugsað sér lífið án systur sinnar. Og hann man eftir því að þegar þau voru litli krakkar þá skiptuðu stundum með föt til að plata foreldra sína þegar þöktu þau ekki sundur. Svo hann klæði sig í föt systur sinnar, leggst í rúmið hennar til að plata dauðan. Og honum teksta. Hann deyr og systirinn lifir. Það var gífurleg sorg heima hjá þeim auðvitað og Shakespeare kom ekki heim í heilt ár. Það voru allir í Down in the Dumps. Svo einn daginn þá berst Agnes leikskrá við leikrit sem að eiginmaður hennar var að setja á svið sem hétt Hamlet og hún varð ofboðslega reið. Hvernig vogar hann sér að skrifa leikrit látin svonakkar á þess að fá leyfi mitt, á þess að bera það undir mig. Svo hún hoppar á hestbak og ríður niður til London og þegar hún er að labba inn í Globe Theatre þá er fyrsti þáttur Hamlet á sviði. Og í fyrsta þættinum á Hamlet þá kemur faðir Hamlet sem draugur og er að pirra þannig verðinni í kastalanum. Og þá áttar Agnesi á því að Shakespeare hefur skrifað leikrit til að láta sjálfan sér deyja og soninn lifa. Og þá var honum fyrirgefið. Já. Og þetta er alveg ótrúlega falleg saga og þessi 2 augnablik þegar að Hamlet klæði sig föt systur sinnar og augnabliki þegar hún fer inn í leikhúsi, þetta er eins og þetta beint út úr leikrit eftir sig. Já. Og svo er textin sem alveg stórkostlega skrifaður. Hún er mikið uppáhald hjá mér núna. Já. Það er önnur mjög góður kvenrithöfundur sem heitir Elif Shafak sem fekk bókmenntaverðlaun Laxness ég held fyrir 2 árum síðan sem að ég var að lesa bók eftir hana sem heitir The Island of the Missing Trees með alveg stórkostlega sem fjallar Kýpurkonfliktin þennan mikla konflikt milli Tyrkjana og Grikkjana og læt áfram með spurningarnar. Hver er þinn uppáhalds staður í heiminum? Ég held að það sé heima hjá mér. Já.
Hvort myndirðu taka túr á togar eða strandveiðibát? Strandveiðibát. Hvers vegna? Þannig að ég hef farið á togara. Já, ok. Messin eða kaffi krús? Kaffi krús, hvað kaffi krús aftur? Á Selfossi? Jú, ég hef kaffi krús. Já. Ég mítið, ég hef komið þangað mjög oft. Já, vel gert. Þessi kemur alltaf, hún var að koma. Kaffi eða síkú? Kaffi, ég hef aldrei getað reykt, ég reyndi það því ég var 13-14 ára gamall. Það var ég í Hagaskólum en hlup á bakvið Neskirkju til þess að reyti í löngufímyndum. Já. Og mér var bara flökurt og ég er alveg sem að ég er aldrei að manni. Já. Ég hef aldrei getað reykt. En faðir minn, systir mín og bróðir minn dóu öllu lúnakrabbameini. Þannig að ég er nú sjálfsagt heppin, ég var í svo döður ef ég hefði reykt. Já. Ertu svo káringur eða? Nei, ég lít á mig sem framara. Já, ok. Káir fram á morgun. Já, það var skemmtilegt. Að vísu, sko, þá á ég ákveðnar taugar til Káir, en þess að tengdadóttir minn spilaði körfubolta með Káir mjög lengi. Og mér er mjög vænt Stínu og þar alveg er ég mjög vænt Káir þó ég hefði megnustu fyrirlitningi á Káir líka. Þetta eru flókin samband eins og þú veist. Já, þetta er búið að vera hrikalega gaman. Kári, takk kærlega fyrir komuna. Takk svo mjög. Og við sjáumst að viku liðinni. Já, takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Strange in your neighborhood, who you gonna call?